íslenski bankar, þeir eru tiltölulega litlir með að vera erlenda banka. Ekki tiltölulega heldur afar litlir. Já, og við erum held ég sko með einhverja, við getum kannski sýnt bara grafum það, hérna sérkenni rekstrarumhverfisbanku í Íslandi og þar kemur, kannski næsta graf, Frosti, ef það væri, þarna, við skulum skoða þetta, Nordea-bankin er auðvitað svo stærsti á Norðurlöndunum, en þarna sjáum við í grafinu til vinstri að bankarnir eru Íslands, Arion Íslands og Landsbanki eru tiltölulega litlir. Já. Það sem skiptir máli þarna, því þegar við erum að bera saman þjónustutekjur og slíkt, að jafnvel þótt að séu við miklu minni, að þá eru við þessi 3 bankar samt kerfislega mikilvægir. Þannig að þeir bera alla sömu skildur og risastór bankarnir í Noregi. Þetta er svona einstaka sparisjóðir eða litli bankar á Norðurlöndunum, en það er ekki eðlilegt að bera saman þegar þeir eru ekki kerfislega mikilvægir og það er aðrar kvaðir þar á. Getum við sagt, hefur hún að íslensku bankarnir séu stórir fiskar í lítilli tjörn, eins og stundum við talað um? Já, sjálfsagt. Þannig að við veit að kerfis, hvað þeir eru vegað þú.